Skipta skoðanir mínir einhvern veginn mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera heimina betri stað. Er þetta eitthvað sem Solla Eiríksdóttir, heilsugúrú, eða ekki? Eða hvað myndirðu segja? Veistu hvað? Ég myndi segja í dag. Ég myndi bara segja, sko, í dag að ég bara svona, ég myndi segja bara miðaldra hippi. Miðaldra hippi, já. Er það ekki flottara? Það bara sexy. Er það ekki? Jú. Já. Þannig að þú varst að segja mér frá því, þú ert byrjað að rækta meira sjálf og fara svona í grunninn. Já. Já. Ég svona, já, bara, sko, þegar maður var búinn að klára Gló og klára samstarfið með Himnest og öllu þessu, þú veist, allt í hennu stóði bara og skilið með manni minn og allt í hennu stóði bara og hugsa bara, ok, hvað svo? Og sko það kom út, ég klára og þá einmitt það leiti var ég að klára bók, sko, fyrir sem að kemur bara út í Bretland og Bandaríkjunum og sem heitir Veganatóm maturslubók fyrir risastórt bókaforlag sem að þykir eitt að virtasta á sviði kokkabóka Phaeton og þeir eru rosa stórir. Það ekki gefið út á Íslandi. Það búið að þýða á frönsku og fyrir bókin sem ég gerði með þeim, hún var líka þýdd á ítölsku, þýsku og já, frönsku. Og og af því að þegar ég gerði fyrir bókina, þetta svo mikið heiður að fá að vera að gera bók með þessu forlagi, það kom einn íslensku kokkur, fekk svo núna fyrir ári síðan kom bók eftir hann Gísla, snilling út í Eyjum og að því ég var að gera fyrir bókina þá var ég svo að kafi í Gló algjörlega, þannig að ég fylgdi henni ekki eftir og bara, hún var eiginlega fyrir mér, skilurðu, samt búið að prenta hana þegar ég svar og þú veist, gefa henni út öllum þessum tungumálum og þegar hún var að koma út að það var ég í öllum blöðunum, alveg nefndu það, hvað heitaði, Vogue, Wallpaper, þú veist bara öllu, franska, morgunsjónvarpið, ítalska, eitthvað, þú veist, það var bara alveg, var svona rosa fjör og ég einhvern veginn, smá, sko ég með smá galla og hann sá að ég svo ástríðufull að það sem ég að gera hverju sinni, þegar ég búið með verkefni þá bara byrja næsta og þessi bók var bara búin og þetta fólk sem var að koma allt utan úr heimi til að taka viðtal og fá að fræðast eitthvað meira hvað væri í gangi hjá þessari konu að það svona, já, ég var alls ekki ókurteis, nei, en ég kannski var bara svolítið glöð þegar þau hættu að áreita mig. Svo ég geti haldið áfram bara bjálpúsi, skilurðu. Og svo bara, já, og svo líður tíminn og svo bara gerast hlutir og millitíðinu förum við til Danmerkur og opnum nokkra glóstaði þar og það var svo gaman að þeir voru allir 100% þeir eru 95% lífrænir, við vorum með gullmerki danska lífræna, af því það hefur alltaf verið svolítið ástríða hjá mér, minnst þetta skipta svo miklu máli og eftir því sem verð eldri að þá finn ég að skipta mig meira máli og svo allt inni þegar ég stend á þessum krosskotum, bara einhvern veginn, bara ein og búin að vera í börnátti og þá mér fer ég að hugsa bara, heyrðu, verstu núna svolítið skynsum í alvörunni, farðu bara að vinna eitthvað staðar hjá öðrum og ég fór að skoða atvinnur auglýsingar og bara var alveg bara á fullu í að reyna að gera eitthvað sem ég fannst vera svona skynsamlegt, skiluru, verða bara svona venjuleg en svo áttaði mig bara á því að sko svona miðaldra vörumerki eins og maður í raun og veru, þú veist að því maður er búin að vera utan á kjúklingabönakrukkum og salatpókum
og allt sem að maður hefur gert einhvern veginn nefnt vimman og hugsaði bara, ég passa hverki inn nema hjá sjálfur mér. Þannig að ég tók það ákvörðun að bara byrja að flutti í dýrðilegt lítið hús sem að fylgdi gamall kartöflugarður og búin að taka það í gegn þannig ég geti bara unnið að heiman. Lét smíða, þetta svo gamalt og svona krúttulegt hús, ég lét smíða 4 metra borð, langt borðinni að því hugsa bara, það þurfa að koma snómargir við það, þannig ég geti bæði haldið námskeið og verið með eitthvað svona, já, bara haft bara svona tækifæri til að gera alls konar. Er þetta ekki svolítið, þú talar sko, þessi galli hvað þetta ástríðufullur og líka að þú ætlar að fara inn í eitthvað box sem ert ekki vön, sem ert ekki þú, þá finnur þú bara, nei, þetta er ekki ég er alltaf ég að gera eitthvað sjálf, skilur, við erum ekki okkur svoleiðis. En það er væntanlega líka hægt að líta á það sem bara, þetta er bara hluti af þínum karakter og þetta getur líka verið súperkraftur. Já. Ég held að, þetta er svolítið, það er svolítið seint að vera, sko, að verða 62 og ætla bara, já, ok, nú ætla ég bara að fara að verða venjuleg. Það er svolítið seint, ég átta mig bara á því. Ég er ekki að fara að skipta og fara að verða annarkvort gangnavörður eða eitthvað skilt. Það er, ég þekki mig bara svo mikið af því að það sem hefur gerst síðan með árunum sem ég er að elska og ég finn bara þessi ástríða, hún yfirtekur mig og ég bara elska meira en nokkuð tíman að elda en ekki kannski svona risa eldhús eins og ég var að elda alltaf í, eins og glófum og risa stórt æðislegt framleiðslu eldhús. Æðislegt og núna er ég ekki með framleiðslu eldhús og finnst það stundu svolítið skrítið af því að svo fæ ég svo brjálaðar hugmyndir og Guð má vita hvað maður gerir við þær hugmyndir. En það er bara svo gott, mér finnst eiginlega skemmtilegast, að ég er rosalega lífsglöða eðlisfari og svona ástríðufull og ég hlakka eiginlega rosalega sjálf til að sjá hvað gerist, skilurðu. Þannig að þú varst knúin svolítið til eftir börnandi og skilnaðin og svona hugsa bara hvað vil ég gera og fækst rýma á tími til að bara svona setja forgangsraðanir eins og þú vildir hafa það. Já, af því að fyrst ætlaði ég að reyna bara að verða venjuleg, skilurðu, sem að ég þarf bara að sætta mig við, ég verð aldrei og það er allt í lagi. Já, það er nefnilega allt í lagi. Ég einhvern tímann sko og því ég er svona virkur og hef ákveðið að lifa ákvæmstamiklu lífi og ég bara dyrka það sem ég geri og ég þarf alltaf að fara all in í alla hluti og erfitt með að fara millivegin, ég bara geta og bara vilja sleppa það og ég er hættur, ég var alltaf að reyna að berjast á móti þessum eiginleika, bara beggi verður rólegur og slakað á og bara ekkert vera stefnir stort og svona, en ég er hættur að berjast á móti ég er bara samþykjan og þetta er bara ég með öllum, og fylgja því aðalega kosturinn líka ákveðna takmarkanir eiga er að slaka á og svona skilur og geta ekki sagt nei og vilja gera allt og sigra heiminn á viku sko en mér finnst það líka bara að vera ég er hættur allan að berast mótið þessum eiginleika við mig og bara byrja að elska hann í staðinn sko. Já, nákvæmlega og ég myndi segja því Guð ekki nei, vertu endilega halda áfram, vertu í ástríðinni gerð þetta og eitthvað skiluru en svo þegar kemur að manni sjálfum að því maður heldur alltaf að aldur sé eitthvað sé eitthvað flækjast fyrir manni en það sem ég síðan að elska líka, þú veist, að því að ég lifa rosalega heilbrigðu lífi það er alveg þannig, þú veist ég er alin upp í ótrúlega skemmtilegum foreldrum sem voru mjög heilbrigð og undan sinni samtíð, þú veist, það var alltaf verið að rækta grammeti og þau voru alltaf öðruvísi, skilurðu ég man alltaf þegar einhvern tíma sagði ég held að það hafi verið amma sem sagði mér þegar ég var einhvern tíman að ræða hvernig mamma mín hefði verið þegar hún var ung og þá sagði ég að hún náttúrulega gerðist grænmetisæta 14 ára og þá erum við að tala að þá er árið sko, það er ekki komið 1950 þú veist, þannig að og hún fekk lítinn garðskika þar sem þau voru með bústað rétt fyrir utan bæinn, þar sem hún fór að rækta hún var í farfuglum og gekk á öll fjöll
og var í sálarannsóknarfélaginu og var bara rosalega svona fylgin sér. Það fekk hana enginn til að hnika og amma sagði til dæmis það sem segir það best var einn veturinn að hún var í kvennaskólanum og bjó í Vesturbænum og þurfti að labba yfir Tjarnarbrúna og það þurfti að vera í pilsi og nælonsokkabuxum og einn veturinn að þá mótmælti mamma og sagði bara nei, ég ekki að fara í þessar nælonsokkabuxur og fá blöðrubólgu enn og aftur. Þannig að afi var með efnaheildsölu og hún bað eina saumakonuna að sauma á sig bara ullar síðbuxur. Hún mætir þeim í skólan og hún var tekin upp til rektors, bara viti þér ekki ungfrú Hildur að eitthvað, skiljið þú veist, þetta var óviðeigandi klæðnaður og hún bara sagði já, ég mun ekki fara aftur yfir þessa brú að vetri til í nælonsokkabuxum og sagði, já, nú þarf ég að hringi föður í þar eitthvað, það var hringt í afa og hann mætti og hann sagði bara, ætlaði að reyna að fá hana ofan af þessu sem var til þess að síðbuxur voru leyfðar þú veist, þannig að og þegar þú ert alin upp, ég vissi ekki þetta, en það er svo margt annað í hennar fari, hún lætur ekki almenningsálit hafa áhrif á sig og hún er svona ástríðufull og allt þetta, hún er samt einrænn en ég er svona mikið opnari og þó svo ég þekki alveg þetta einræna, en þú veist, maður er alveg svona upp og þetta eru fyrirmyndirna manns og þá fattar maður þegar maður eldist, já, ok, nú skil ég alveg úr hverju ég er samsett og að ég skuli ætla að fara að reyna að vera eitthvað staðar annar staðar heldur en í mínu það bara, ég veit núna í dag að það mun ekkert ganga upp. Nei, að berjast á móti sjálfur sér, það er ekki sko. Já. Það að leifa sér bara að vera, en var það þá, er það af því þú ert drífandi, þú vilt gera stóru hluti, það hefur tengst þá líka inn á börnáti líka, að það sé einhver smá dimlið varandi það líka. Jú, það er náttúrulega alltaf, þú veist, þú ert alltaf að keyra í botni og að reka restauranta, veitingastaði, það er líka svolítið, og ég var yfir framleiðslu ég var að búa til uppskriftir og ég var að vera þar og ég vann alveg ótrúlega mikið, af því að það er svo oft hort á einmitt veitingahúsarekstur eins og þetta er svona rómantískt, þú veist, köflótti dúkar og vinglös, glamur í vinglusum og matarilmur og eitthvað, en þú veist, handtökin á bakvið þetta, maður þarf að fara all in ef þetta á að ganga, skilurðu. Þannig að ég held að, sko, ég er búin að vinna eiginlega sleitulaust sen ég opnaði, ég myndi segja bara sen ég opnaði Grænan kost á sínum tíma og það eru komin alveg 30 ár síðan. Þannig að, sko, þá er ég bara búin að vera í eldhúsinu og þú veist, ég held að í raun og veru alvöru starfsæti er gulrótaskerari, skilur, þú veist, það er bara þannig. Já. Og svo þegar maður er búinn, skilur, svo bara allt í einu, þetta er svolítið svona eins og margir finna, áður en farið sumafrí, þú veist, búið að vera sjúklega mikið að gera og alveg bara, og svo koma þeir og bara með mikið að plönum og þá byrja þeir á því að verða lastnir. Þetta er svolítið þetta, þú veist, ég er loksins búin að, þú veist, laus úr og þá bara púmaði ég niður í eitthvað svona burnout og ég hef alveg fengið svona aðkenningu að því áður ég vissi ekki hversu mikið að væri og ég ætla ekki að láta þetta stoppa mig þá kom brjósklós nokkuð svona aðeins hálsinn og miðjabakki í kjölfari þannig að ég var bara kyrrsett Þannig að líkaminn var að senda ákveðin skilabóðna Já Og ef að mér hefði gengið eitthvað í að finna mig vinnu og vinna einhvers þar hjá öðrum, skiluru, ég hef ekki látið þetta stoppa mig. Nei. En svo bara einhvern veginn náði ég að róa mig og að það er svo rólegt að vera út í garði að í moldinni og eitthvað það jartengi mann svo, maður kem svo heim til sín og þegar allt þetta var svona yfir staðið að það bara átti maður, róaði kettling bara. Þú veist. Sér maður líka oft eftir og múið sér það ekkert í miðjum storminum, skilur við. Sér það bara eftir á. Sér það þegar maður er komin út úr, þá sér svona, já. Sem er alveg magna, sko. Maður ná ekki að átta sig á þessu í því augnabliki, sko. Nákvæmlega, þú veist. En
ég finna að sko, og það þess vegna af því svo finn ég með aldrinum, þá kemur svo mikið reynsla skilurðu þess að ég bara svona elska að hlusta á reynslu mikið fólk, sérstaklega fólk sem kannski búið að vera í sömu iðn eða er búið að mastera eitthvað sem að þú gerir ekki á viku eða ári eða 2, þarf eiginlega svolítið ævi ferðalagið í það og þá sér maður hvað það og það felast oft svo mikil verðmæti þar fattaru og þú veist þetta ekki bara, og það áttar mig svolítið á út á hvað þetta gengur. Já, og svo það að þegar þú eldist og þá í dag að það kannski af því að svo fer maður á öðruvísi svona hraða kannski heldur en unga fólkið skilurðu, þú veist, og þá verðum við kannski ekki alveg eins heillandi starfskraftar þar sem að þú veist, í okkur situr svo ótrúlega mikið reynsla, ótrúlega mikið af svona demöndum, skilurðu, sem að maður þarf bara svona að koma auga á og nú ég svolítið einmitt að pumpa foreldra mína bara til að, þú veist, láta ekki þennan fjársjóð sem að þau búa yfir, láta hann ekki bara purrast upp og svo allt í hennu maður að bera kistuna út úr kirkjunni eða eitthvað, skilurðu, og maður bara, já, þú veist, og aðeins að pumpa það, að því að þessi kynslóð sem örugglega þá afi þinn og amma sem eru foreldrar mínir, þetta svo hóvært allt og þau þurftu að kunna að gera svo margt. Það var allt svo mikið erfiðara, þau þurftu að kunna að gera allt frá grunni og mér finnst það eitthvað pínu heillandi að svona fá að kíkja betur og lengra inn, ekki bara hjá foreldrum mínum, heldur bara svona almennt að heyra af þessu hjá fólki, svo margt sem að þarna. Ég algjörlega samanlegar og að nýta þá viskuna hjá einhverju fólki sem hefur farið sínar eiginlegir í lífinu og lært eitthvað og brent sig á einhverju og bara reynslunni og geta vonandi þá bara lært eitthvað af því sko og innlið það í sitt líf. En hvaða bók oft mest áhrif á þig? Hvað lærir af henni? Bók? Já. Ég held að sú bók kannski sem hefur haft mest áhrif á mig að það líklega Siddhartha eftir Hermann Hesse. Það eiginlega svona buddhisman og ótrúlega, og það sem ég lærði af þeirri bók og það var einhvern veginn mér fannst hún á svona einhvers konar mannamáli, ég held ég las hana bæði á dönsku og ensku og að þá bara svona að því að ég var á þeim tíma, ég var svo mikið að spá í trú og trúarbrögðum og mér fannst bara svo mikið lífsspeki í þessu hún bara satt eftir ég man að allir sem ég kynntist eftir ég las hana að ég gaf þeim inntak skilur þau svona þannig, já. Og þá bara var þetta bara buddhisma og hvernig þeir lifa lífinu. Já. Og bara svona uppruna buddhismas, Siddhartha sem að bjó, þú veist, það hefur ekki heyrt í ævintýri. Í konungsríkjum, já. Vendaður og fór síðan út og var síðan að huglega. Var það ekki þannig að hann fór út í fyrsta skiptið, hann var eitthvað gamall í manni hvað hann var, og þar sá hann einhvern veikan mann, var það ekki? Jú. Nei, hann svo gamla mann, og þú hugsaði, af hverju, hann aldrei séð gamla mann, þegar hann bara búið að venda hann gagvart hellu. Gerist þetta fyrir fólk? Við eldumst og loks bara, við erum alltaf að eldast okkur. Síðan fór hann inn og fór aftur síðan út einhvern tímann. Þá sé hann veika mann og byrja, hvað, gerist þetta fyrir fólk líka? Og ég bara, stundum veikist fólk og síðan fór hann aftur og sá dauða mann. Og bara, gerist þetta? Já, lokum þá bara deyju öll. Og þá var hann búin að vera inn í þessum kastala, búið að venda fyrir öllum hættum lífsins. Og þá ákvað hann að fara út í þessa vegferð og sem endaði með því að hann satt undir tré í einhvern 31 sólarhring eða eitthvað, án svo að borða eða drekka og fann þar hugljómaðist og fann hennan buddhisma sem margir fylgja hverju dag sko. Já, og það sem var nefnilega svo magna var að þegar hann fór að fara út, hann sagði pappa sinni, ég ætla að fara út og þá bara sendi pappa hans á undan alveg sko heilan her af liði til að passa að fjarlægja fyrst alla gamla, alla veika,
og náttúrulega, þú veist, passa vendan fyrir þessu og mér fannst þetta líka vera svolítið svona einhvern veginn að því að sko, að því að þetta kemur líka svolítið inn á hvað við erum svo ofta að venda við viljum oft venda börnin okkar og við viljum passa að grípa þau og þú veist, við erum bara svona við erum oft stærstu þroska þjófarnir á börnunum okkar að því við höldum að við séum að venda þau skilurðu. Svo spurningum sko, veist, að venda þau nútíðinni, venda þau það í framtíðinni skilurðu. Já, nákvæmlega. Og hvort viltu gera barnið sterkt eða örugt. Já. Þú veist, þetta er alltaf, þetta er vand með fari og þarna þarf maður svolítið að svona bara einmitt, treysta og sleppa og fylgja innsæðinu en ekki bara, þú veist, ekki skella hurðinu eftir, heldur bara maður er náttúrulega, þú veist og svo náttúrulega þegar maður áttar sig á að kannski þurfa að grípa inn í að þá getur maður gert það. Algjörlega, er þetta ekki líka bara móður ástin, skilur að venda barnið sér til dæmis, það er gert með góðum ásetningi, skilur þú veist, þetta svo sterkt þetta er alveg þetta er bara sterkast afl veraldar skilur en að samaskapi eins og með ástríðuna getur leitt til bara náttúrulega að fattar mig þá getur það veist, maður hefur séð dæmi það og ég hef heyrt dæmi mínu einu lífi og mamma mín hafði tilhneigingu til þess að venda mig á mikið þú veist og hef heyrt að öðrum dæmi sem eru töluvert verri kannski sem hefur verið bara of mikil vendun sem er að ræna barninu þroskanum til þess að standa á eigin fótum og takast á við lífið því að lífið er, hvað er fyrsti sannleikur búddisma, lífið er þjárning veist, lífið er bara röð vandamála og áskoranir sem það er að leysa sko. Þess vegna þarf maður einhvern veginn að held ég að sleppa tökunum og lefa barninu svona svolítið að þroskast í gegnum sín eigin áskoranir. Þetta er alveg hægara sagt en gert. Já, og sem að er bara líka það áskorun eins og fyrir okkur fóreldrana, skilurðu? 100%. Já. Það er áhverð. Ég heillast mikið af búddisma og svona svona mikil spekjar og einhvern veginn bara svona líka einhvers fyrsta svona viskan sem gæti svona hjálpa menni einhvern veginn bara svona way of life sko. Það var svona einhvern veginn svona, mér fannst það minni trúabröð heldur en önnur trúabröð þegar henni skilur hvert þér að fara? Já, ég nefnilega, sko, ég verið í, að starfa svona í alls konar tólsporsamtökum og og þar einmitt fannst mér svolítið erfitt, þú veist, þegar það var verið og ég gerði ekki fyrst greinamun á trú og trúabröðum. Svo áttar maður að segja þú veist, af því að ég hef alveg mína trú, en hvaða trúabröðum hún tengist, það er síðan annar mál. Og hvað er það, sko, oft segir fólk, hvað er að trúa á Guð, skilur er það fyrir mér er bara kannski einhver Guð, það er bara sálfræðileg krafta sem ég trúa sem drífa mig áfram. Trúi ég þá á Guð? Já, eða ég haga mann eins og hann sé til en þú veist, kannski ekki að sé einhver manneskjana sem er að stjórna mér, skilur Já. Þannig mér finnst oft fólk ekki ná að gera þennan aðgreining, sko, hvað er trú og trúabröð eitt og trú er bara allt annað, sko. Allt annað. Mér finnst það einmitt, sko, þú veist að mér finnst, ég vil alls ekki að ég sé það æðsta eða eitthvað mannlegum áttur sé æðstur. Þú veist, ég kýs að trúa að það sé eitthvað bara, sem að er mér æðra, þú veist, þó að það sé bara náttúröflin eða skilur, þú veist, þetta og svo bara kærleikurinn og þú veist, það er svo margt sem að maður getur sett þarna í staðinn. Algjörlega. Af því að, þú veist, leið og ég er ekki það æðsta, þá finn ég bara, þá slaka já. Þú veist, og þá, að því að ég þarf að geta treyst að því að mannlegu máttur að hann má sín svo lítils í, viðmiðun við bara alheiminn og stundum að þá getur maður gett útskýrt eitthvað sem er að gerast og þú veist og maður getur ekki þannig að ég finn það að mér finnst rosa gott að hafa vissu í bara innra með mér að þú veist að ég geti treyst lífinu og ég trúi á eitthvað mér æðra en hvað það er ég get ekki útskýrt það ég bara finn það Algjörlega Það getur verið, sko, fyrir mér getur það verið bara annað fólk, það getur verið náttúran, það getur verið
svo margt annað, bara eitthvað sem snýr af, sem umfram, eins og þú segir, sjálfa mig, sko. Þannig að ég held að það sé klálega. Hvað hélstu einu sinni að vera satt sem voru öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft að aflæra? Aflæra? Örugglega hellingur. Örugglega hellingur. Já, Jesús, ég hef haldið alls konar, skilurðu, en sko, af því það hefur orðið svona, kannski í allri ástriðu, það fer ég alltaf all in og reyna alltaf að gerði. Þú veist, í dag ég eins og, þú veist, það kom eitthvað svona umburðarlyndi, ég held að það sé ykkur umburðarlyndir og hormónar sem koma með aldrinum, skilur. Af því að mér fannst oft einhvern veginn, sko, mér fannst ofta að fólk væri, ég hafði svo mikla skoðun á hvað kannski fólk væri að gera, mér fannst það ekki verið að gera rétt. Fattaru? Og eins og þegar ég gerist grænmetissæta, ég hugsa bara, hvernig getur fólk verið að borða kjöt, skilurðu? Og núna eftir 40 eitthvað ár að þá bara, þú veist, þá fólk hefur bara frelsi til að gera það sem og það ekkert rétt og ekkert rangt. Og kannski satt og ekki, sko mér finnst meira kannski, ég tengi örugglega ef ég myndi aðeins, þú veist, hugsa að þá myndi ég finna eitthvað skemmtileg dæmi, en sko ég finn meira, þú veist, að rétt og rangt, minnst þar svona skemmtilegu flötur, skilurðu, þú veist, af því eitthvað sem að manni finnst vera, mér fannst eitthvað vera rétt, skilurðu, það rétt að gera þetta eða hitt, einhverja reglur, en svo máist það svolítið út líka með árunum, það eitthvað neginn bara, mist eitthvað neginn, einstaklingurinn, hann hefur svolítið sitt frelsi, skilurðu, og við erum svo ótrúlega margbreytileg og í dag fagna ég svo margbreytileikanum að það sem að meðan ég var að þroskast að það langaði mig mikið meira að vera bara innan mig og mína eða þú veist, einhverja sem að voru svipaðir að þeim ég fannst að vera rétt, skilurðu. Og það ekki þannig að þú veist, þegar maður eldri átta sem kannski á því hvað þetta yfirleitt svarið yfirleitt eitthvað starfna á milli, að þú veist, þetta ekki svona svart og hvítt eða rétt og rangt, þetta yfirleitt bara svo flókið og eins og segir, það til svo mörg sjónarhorn og margir einstaklingar þar á baku sem hafa ákveðnar skoðanir eða sjónarhorn og heimurinn svo flókin, þannig að ég kemst alltaf á það einhvern veginn, ég var mjög erfitt með að segja þetta svona, þetta ekki svona, þetta oft svo flóki og þetta einhvers starfna í milli, sko. Já, og það bara, og svo allt út frá málefnum og einstaklingum, þú getur verið með, sko, við getum verið kannski að representa, þú veist, við getum verið að standa fyrir sama málstæðin og svo opna þú þig og svo opna ég mig og fólk alveg, skilur þau, að við getum verið bara haft líka, svo það líka, svo áttar maður sig á því að það svo ólík sjónarhorn, þess vegna hefur mér alltaf fundist, sko, mér alltaf svo fundist oft erfitt að fara undir eitthvað sérstakann, einhverja regli eða undir eitthvað, þú veist, ég svona. Nei, ég bara ekki svona. Nei. Skilur þau. Það líka bara, þú talaði einstaklingin og frelsi, skilur. Ef maður farin undir einhverja reglíf og skilgina sem sé eitthvað ákveðið, þá mögulega hópurinn eða hugmyndafræðin eða skoðunin eða eitthvað svo leiðist. Það meira stjórn á þér heldur en að þú haldir í einstaklingin, skilur mig. Og þá kannski hægt á að þú lifir lífinu ekki á svonum heilindum, skilur. Já, það þarf maður alltaf að komprómera og það svo ofta þegar þú þarfst að komprómera eða allan að finn ég því ég þarf að svona finna, verða eitthvað neði sáttasemri, auðvitað þarf maður alltaf að gera það, en stundum að með eitthvað svona gildi að bara þess vegna geti ég aldrei verið pólitíkus, þú veist, vegna þess að þú veist, ég veit að mér ætti kannski erfitt með að fylgja nákvæmlega öllum skoðunum þessa flokks, nei, ég get séð gott í svo mörgu, skilur, það fyrir svo, mér finnst það alltaf enda á því, svo bara hversu heill einstaklingurinn, hversu kærleiksríkur hann
og hversu ummyggjusam, hversu stórt hjarta hefur hann. Þetta verið í ykkur samfélagi svo mörgum, skilurðu, og við verðum að fá þar líka að hafa margbreytileika, skilurðu. Og það ekki kannski einmitt eins og eigum að skilgjörna okkur sem, kærleysríkan eða heilan einsling í staðin fyrir ég er starfið eða ég er vegan eða ég er aktivist eða ég er þessi manneskja, skilur, ég er hægri sinnaður eða ég er, ef ekki bara frekar að skilgjörna okkur eftir einhverjum mannlegum eiginleikum, skilur, í staðin fyrir að skilgjörna okkur eftir einhverjum hóp eða einhverju sem við gerum. Jú, mér finnst það vera heillandi vegna þess að auðvitað þarf maður ofta að berjast fyrir einhverju málefni og það er kannski, og það er meira svona tímabundið, upplifi ég. En það er líka vegna þess að leiður búin að fá einhvern merki með á þig, að það er fólk bara búið að ákveða þig, svona ertu. Svona er, já. Já, en þú veist, og af því ég borða grænmetisfæði til dæmis, þá hélt fólk að ég væri alltaf eitthvað svona á eitthvað svona þú veist, það var svo margt sem að það er svo margt sem ég lent alveg í því að bara gerir þú ekki svona, ég hélt að byrja en þú borða grænmeti eða ekki, þannig að það bara við erum svo en við erum svo duglega að setja bara eitthvað svona merki með það á. Já, við erum svo fljóta flokka fólk bara ánum við veitum að því að dæma því ákveðin svolega grænmetisæta og þá hlýtur hún að vera eitthvað skilur við þá er bara búin að en síðan þegar þú kynnist einstaklingunum þá allt í henni bara ég held að þú væri svona, skilur við. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza er alvöru ítalskt kaffi hilki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta er svo allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. En hvað kemur kannski á spurningunni, hvað misskilur fólk við þig? Og hvað var fólk til með haldunni sem er ekki endilega rétt? Fólk til dæmis fattaði ekki lengi vel að ég hefði brjálan á fótbolta. Þess ég var svona fótbolta bulla líka við. Okay. Fannst það rosa gaman og bara það var samt aðeins rénað með árunum en ég elskaði fótbolta og fólk, það passaði ekki, skilurðu. Og einmitt þetta, fólk hefur oft svona, það hefur svona oft einhvern veginn, það hefur, mér dettur eiginlega ekkert annað en fótboltinn í hug núna, skilur, og svo því byrjaði að spila golf, að það var fólk, þú í golfi? Ég held bara, ótrúlega góð líkansrækt, ég geng alveg 10 kílómetra þegar ég fer 18 hólur
og eitthvað og ég ekki góð í golfi, en mér finnst það gaman, ég reyndi hef ekki getað spila núna út af bakinu mér, en mér fannst það sjúklega gaman og það var einmitt fólk bara, og svo finnur maður að það svolítið gaman þegar maður finnur að fólk á erfitt að setja mann undir eitthvað merki, þú veist að það erfitt að setja merki með hann, já hún eitthvað og hérna, já það hefur oft haldið að ég væri einhvern veginn allt öðruvísi heldur en ég vegna þess að ég borða grænmeti og hefur lifað hérna frekar hollu lífi, þú veist, ég reyk ekki, ég drekk ekki, ég fer ekki út að skemmta mér nema þá bara í eitthvað, þú veist, þú munt aldrei sjá mig út á lífinu og það bara svo margt sem ég geri ekki sem að fólki myndi kannski segja, já, auðvitað, ég hefði getað sagt þið það, skilur eitthvað, en svo kannski býst ekki við að sjá mann á golfvellinum eða skiluru eitthvað í þeim dúr. Þetta alveg merkilegt, hvað við erum snögga flokka í eitthvað ákveð og svona hérna eitthvað raunveruleiki við mannsku og já, á hlýturinn að vera svona og við erum bara búin að ákveða. Síðan held ég að maður komið svo skemmtilega óvart þegar maður ekki svo manneskja, sko. Nákvæmlega. Þá held ég að það sé manneskjur líka sem halda í einstaklingin en ekki í hópin sem til hérna. Fattar þú hvert ég að fara? Já. Það til dæmis þá rosa margir hissa, ég sé ekki í landvættunum og ég sé ekki í íþróttálfur. Ég alveg, þú veist, ég var alveg í íþróttum og hérna, ég fæ svolítið snemma brjósklost, þannig að það hefti mig svolítið. Í staðan fór ég bara í jóga. Sem bara æðislegt og bara gerir mann, hérna, ég finna að maður verður svo liðugur. Já, algjörlega. Hvað ráð hefur þú fengið? Var þetta þína sérfræði kunnáttu? Þú máttu velja hvort það sé kannski bara matur eða búti business eða hvað sem það sem við það magna og vil deilaði með okkur. Eða það ömurlegt að þú þurfa að vara okkur við því? Já, þú meinar. Sko, þegar ég fekk, já, það eitt. Það svona ráði sem kemur fljótt upp í huga mér. Og það var maður sem sagði við mig þegar ég var eitthvað tímann að ræða við hann businessin, skilurðu. Og hann sagði, ég ætla bara ekki eitt ráð. Þú ert að ráða hægt og reka hratt. Þetta kannski hljóma svolítið skrítið. En það sem hann var að meina að þegar við erum að ráða inn fólk að þá svo gott að svona aðeins að átta sig á hvernig viðkomandi og svo að því ég svo mikla reynsla að vera með stóra vinnustæði og svo kannski ef að það einhver sem að einhverja hluta vegna passar ekki inn og að kannski skemma út frá sér móralst og eitthvað að það verður oft svo mikil meðvirkni í að maður alltaf að svona svo ofta að maður hefur tendens til að ég hafði svo mikið tendens til og ég held að það hafi verið örugglega eitthvað svona að því mér fannst erfiðast og leið skemmtilegast að vera með svona mikil mannaforráð og af því að ég tengist oft fólki bara ef það fer inn í hjarta að mér þá það bara þar og svo var það kannski ekki akkurat, þetta var kannski ekki rétti vinnustæðurinn og þetta var kannski að byrja að smita út frá sér vera bara að læra að vera ómeðvirkur og já þetta til dæmis ráð bjóstu kannski ekki við frá mér. Ráða hægt, vinna hratt og reka hratt, já já, af því að þú þarft að kynnast manneskjum til þess að passi inn í deimið eða vinnustæðin og ef það gerir það ekki þá bara strax, af því annars getur maður þú veist, af því maður þarf alltaf að hugsa alla og ef það einhver sem að strýkur öllum öfugt og að maður, þú veist, þá þarf maður að ég segi bara, þetta bara það ráð sem ég man þetta kannski örugglega ekki það mikilvægasta en þetta það sem ég man núna en það líka bara það make a sense
í rauninni. Ég svo annað get ég sagt sem að eitthvað sagði við mig, ég ætla að reyna að muna hver þetta ég man það bara ekki, en það var eitthvað sem sagði við mig, þú veist Sola, að því ég hoppaði, fyrst fór ég og var í makrobiotíkinni, alveg fór ólinn, svo í ráfæðinu og grammetisfæðinu og veganismanum og öllu þessu, eitthvað sagði þú veist að ekki til eitthvað eitt rétt mataræði, það sem henta þér þarf ekki að henta öllum öðrum og ég man að ég hugsa getur að verið og þetta, ég fekk að heyra þetta mjög fljótt og ég vissum að ég hefði orðið mikið öfgafyllri, leiðilegri og bara svona erfiðari hefði ég ekki fengið þetta því þetta suðaði alltaf baku eyra þú veist, þegar ég ætlaði einhvern veginn svona að vera með einhverja lausn eða vera með eitthvað, skilurðu Já, af hverju ekki allir að gera sem ég gerir eins og ljósið og þetta rétt og þess vegna einmitt eins og með að vera einmitt heilsugúrú, þú veist ég held að barnabarnið mitt myndi segja við mig amma, það má ekki vera heilsugúrú í dag, þá ert að séma þá sem ekki eru í hollustunni veistu, svo satt, veistu, ég elska, ég fæ eiginlega flesta núna mína lífsbyggi frá barnabörnunum, þau eru að ala mig upp aftur með gildunum að því það tekur allt svo miklum breytingum skilurðu Það yndislegt hvað að læra mikið frá börnum sko. Það líka að segja alltaf sannleikana sko. Nákvæmlega Þannig að hver uppáhalds tilvinnuðin og af hverju? Tilvitnunin? Já Já, ég veit ekki alveg hvort ég geti farið með hana rétt en when the power of love overcomes the love of power the world will find peace Þetta því ég held að, þú veist, þegar þetta svolítið magnað þegar when the power of love overcomes the love of power Ást love umfram power Já, sko, þú veist, já að þegar það verður heim, þú veist, það verður þannig og ég reyna að muna hver sagði þetta, ég held að einhver tímann að ég held að þetta komi frá Jimi Hendrix ég samt ekki viss ég held það Ástin allt Já, sko, að því að völdin þú veist, það alltaf svolítið hættulegt þú veist að þegar ég held að sé oft maður sér það sérstaklega á svona litlu landi að þá getur oft græðgin orðið kærleikanum yfirsterkari þú veist, af því þegar þú hefur mátt í hendi þér kannski til að græða eitthvað meira fattaru og á hvaða kostnað það á hvaða kostnað það, skilurðu þú veist, og ég held að þú veist, svo þegar maður horfir á bara skiptingu auðs í heiminum þú veist, þá þetta bara þar þegar 1% á einhver, ég man ekki, þú veist, ég ekki góð með tölur, við getum googlað á eftir Já, það er, já, ég man ekki 1-2% á meir en helmingurinn eða ég man ekki hver alveg tala var sko. Þetta einhvern veginn svona, og ég ekki að segja þú veist, fólk má ekki eiga og hafa það gott en ég held að bara það svo oft að því ég sé það svo mikið að því nú ég til dæmis eins og í ég í stjórn hjá Bata húsi sem eru samtök og við ég með Tolla og ég með konunans og systir hennar og ég með honum Finnur Átna þarna með okkur sem var yfir Högum og svo eru þarna ungi strákar líka og og við erum að byggja brú frá fangelsi yfir í bara þú veist venjulegt líf af því það að hjálpa fengum sem að hafa sittið inni við erum með hús sem að við erum að reka fengum styrk frá ríkinu og við gerðum þar sjóð sem að heiti Solusjóður og af því að við erum ég hringi fyrirtæki og ég að biðja styrki og
og Tolli náttúrulega hann rosalega öflugur, ótrúlegur og hefur mikið verið að vinna í þessu málefni en það sem þá sér maður einhvern veginn þegar, þú veist, ég elska að hringja og ég svo góða samvisku, þú veist, að hringja eitthvað fyrirtæki og svo myndir ekki elska að styrkja strákan okkar, þú veist, við erum af því að þá maður að spara þjóðfélaginu svo mikið, við erum að gera þá að fallegum, gildum, heiðarlegum þjóðfélagsteknum. Þú veist, við borgum fyrir þau og svo geta þau fengið sóttum styrk í sjóðin og við borgum Dale Carnegie námskeið, við borgum tíma hjá þerapistum af því þú verður að breytast, þú ferð bara ekki í fangelsi, það bara, við vitum það að kerfið ekki þannig, hún ferði inn og bara svo farir í einhverju svona andlega þvottavél, þetta ekki þannig. Með þessu eru margir sem að fórherðast, þú veist, þeir sem að koma á eru edrú, að þú ert að vera edrú til að vera í batahúsinu og borgar ekkert mikinn pening fyrir að vera þar en borgar samt og húsalegu og eitthvað fyrir fæði og eitthvað svona og svo erum við aðstoða við að fá vinnu síðan og við erum búin að borga nám í ráðgjafarskólanum fyrir einn og svo ef þú ert bara, segjum sem svo að tennurnar á þér fór ekki vel í neyslu þá getur þið sótt styrk og við hjálpum þér, þú veist, þannig að þetta eru svona reglífa samtök sem að hjálpast og ég finn það alveg, það svo gaman að þá fer maður í þá sem að maður veit að eiga aflögu og þú veist og mér finnst svo sjálfsagt þegar ég að biðja ég alls ekki feimin og þau segja nei, það var bara sagt nei en ef þau segja já, að þau segja bara hvað þetta æði, þú veist bara færði ekki kikk út í að reyna að hjálpa þeim sem að minna mega sín og hafa ekki, þú veist, þetta sem að þú var svo heppin að hafa því að þú kannski fættist inn í ágætlega heilbrigða fjölskylda meðan aðri kannski fæðast eins og ég held að þetta sé svolítið mikið að veistu, fólk sem að bara hefur ekki átti aldrei kannski séns, skilurðu? Algjörlega. Þetta svo vel orðað hér af því að heitir þetta þrónes í tilvistarsálfræðinni, þá það þannig að þú veist, þeir ekki bara kasta í lífið. Þú veist ekkert hvar þú fæðist, hvernig húlið þú ert með, hvaða kyn þú ert, hvernig þú lítur út, hverju foreldreinir eru, þú bara, þeir kasta inn í lífið. Og auðvitað gerir það verkum að vera með mismjöndi foreldri og mismjöndi sensa sem við eigum í lífinu. Og þá held ég að, þú veist, ef maður fæðist á einhverju með mikil foreldri, hvað gerir maður þá? Maður skammast sín ekki fyrir þau, en maður nota þau til að hjálpa þá þeim sem eru með minni foreldri. Og hvað það annað en ást? Og það rosa fallegt. Og mér finnst þú bara að lýsa því í rauninni í því sem þið eru að gera. Já. Og þetta svo frábært, skilurðu. Og svo að sjá einhvern veginn einstaklinga sem við geta fengið svona annan séns og svo erum við núna að gera þetta, erum búin að fá leigu hús niður í Reykjavík og íbúð og það fyrir konur og það mikið færri konur sem að sitja inni að náttúrulega bara 90% kallar? Eitthvað slíkt sko, þannig að við erum með held ég 3 eða 4 pláss fyrir konur á meðan við erum með 10 pláss fyrir kallmenn og þegar við erum með þar að leiðandi hjá kallanum og þá erum við með 2 svona pínulillar íbúð þannig að þeir geta fengið sko börnin sín, þeir sem eiga börn þá geta þeir tekið pappahelgar þú veist þannig að já, þannig að ég held alveg að þú veist að mér svo fallegt að einmitt þetta, ef þú átt nóg að hafa bara svona einhvern veginn hugrekki og vilja í að þá að gefa líka af þér og gefa þeim sem að hjálpa þeim sem minna mega sín og eiga ekkert séns, það alveg fullt af fólki og það oft fullt af fólki sem að samt eldklárt það hefur ekkert með þetta að gera en sem betur fyrir þá alltaf núna í dag þá erum alltaf átt okkur betur og betur á hvað uppeldið og æskan hefur mikið að segja í þú veist hvernig vegnast við förum með út í lífið 100%. Já, og náunga kærleikurinn hann bara eitthvað, mér finnst eitthvað bara ógeðslega cool við hann og mér finnst eitthvað mér svona finna það svo mikið eins og hjá barnabörnunum mínum, þau eru 8 og 12 ára. Mér finna svo mikið eitthvað bara
ég hef svo mikið trú á komandi kynslóð. Ég held að það verður svo miklu miklir móður og föður og af og ömmu betrungar, þú veist. Algjörlega. Ímyndaðir Sola, var ekki að dæma þig og gæti sagt frá einnig skoðun sem gæti eru túlkuð sem óvinsal öðrum. Hver væri svo óvinsal skoðun? Skoðun? Já. Það var svo margar. Nei. Hvað geti það verið? Ég veit ekki alveg hversu óvinsæl hún en ég eiginlega hefði á skoðun að við eigum á Íslandi að hysja upp okkur og gera bændum, garðyrkjubændum með hverju sem eru það kleift að geta gert landbúnaðinn sinn lífrænan. Mér finnst þetta bara skipta rosalega máli. Þetta bara rosalega sterk skoðun hjá mér. Að mér finnst skipta máli hvernig matvæli eru, hvaða matvælaöryggi og mér finnst að við erum langöftust á merinni held ég bara af öllum þjóðum heimsins hérna. Ef þú myndir googla núna þegar ég fari inn að þá myndir þú sjá bara, já, hún var alveg að benda á réttar tölu, við erum þarna bara einhvern veginn í bullinu með þetta. Og þetta svona einhvern veginn og já. Og af hverju ekki stutt meira við og af hverju eru svona aftarlega? Ég held að partur af því að við búum náttúrulega eitthvað staðar á 64. byrjendagráðu norður og það kannski erfiðar að rækta hér úti heldur en víðast hvar annar staðar en við höfum gróðurhúsin og við höfum heita vatnið og rafmagnið og raforkuna en þetta hefur bara ekki verið, þetta hefur ekki þótt held ég, af því að ef við værum með alvöru flokk sem í alvörinu væri að berjast fyrir, af því þetta líka náttúrulega bara partur af matvælaöryggi, að geta framleitt meira hérna og að gera það þá lífrænt. Af því að það alltaf að sýna sig betur og betur að sprautuð matvæli, þetta bara svolítið common sense, ég segi alltaf þetta common sense. Hvort myndið þú vilja borða mat sem ræktaður í næringaríkri mold eða í næringasnauðri mold að það bara verið að gefa fullt að gerfi áburð og spreyja á að spreyja eitri svo að það fari ekki skordýr í það í staðan fyrir eins og mamma þegar hún fekk eitthvað vesen í rifsi, það kom héla held ég heiti það svona, þá sett hún bara svona kornkúlur og epli í trén og laðaði fuglana að sem að síðan borðuði ormana það svo margt annað hægt en þarna erum við líka örugglega með að margir myndi segja, en það bara framleiðslan ekki eins áhrifaríka mikil en Dani gerði þetta. Þeir settu rosalegt púður að því ég var í Danmörku þegar ég var fluttið þangað þegar ég var 17 að verða 18 og bjóð þar í 6 ár og þá byrjuðu þeir þessa lífrænu byltingu sína og það ríkið þurfti að hjálpa bændunum til að skipta yfir og í dag eru þeir alveg ótrúlega framalega en það var, þú gerir þetta ekki nema að fá styrk frá ríkinu og hafa þjóðina bak við þig einhvern veginn. Ég fekk að mig til að Unu Emilsdóttir í podcast sem svona hún fjallar mikið eiturefni og hún talar að það svo mikið meðvitandi í Danmörku til dæmis. Sérna heima þetta bara Við erum ekki komin eins langt. Nei, við erum ekki komin eins langt. Fólk veit alltaf hvað lífrænt sko. Af hverju á að kaupa lífrænt? Já, og fólk segir bara ægjandi rækt á Íslandi, það allt lífrænt hérna. Nei.
Þú veist, það kom líka, það við komum með orðið vistvænt á einhverju tímapunkti, skilur, þetta bara komið að fáfræði, skilur, það þarf bara, en mér sýnist, allavega veit ekki hvort að ég sé eina af úrtakjuna því að þeir sé að fatta hvað ég að brása á samfélagsmiðlum, ég alltaf að fá einhverja, svona pósta frá lífrænu Íslandi sem að virðist vera að blása aðeins lífi í það, sko, en já, þetta svo skoðun sem að algjörlega. Hvaða nýja trúvenja hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Það sem hefur bætt líf mitt, það var að á einhverjum tímapunkti að þá varð á vegi mínum, þetta er svona svolítið eins og í þú veist, kvikmynd, þegar ég fór inn í einhverja búð og og þá datt einhver bók niður, ég verði bókabók, datt bók niður og ég greip hana og það var bók eftir Louise Hay sem er alltaf að svona manifesta og ég fór að manifesta. Þú veist, bara vera með svona einhverja svona jákvæða staðhæfingar og sjá fyrir mér og það er efni í annað podcast, Beggi, að ég siti og segi þér hvað gerðist í kjölfarið. Ég geti sagt einhverja svona fáránlega sögur. Það líklegast hefur breyttið mestu hjá mér. Og hvernig byrjar því? Ég byrja á þessu býtu nú hægur, þetta var líklegast, ég var nýbúin að klára listaháskólan, þetta svona, það er nú svolítið langt síðan sem mér finnst þetta svo stutt, það er svona rúm 30 ár síðan. Það er rauninni bara, svona einhverja möntru sem þú ert með og síðan að manifesta bara einhverja kannski framtíð fyrir sér eða eitthvað leis. Já. Er þetta smá svona the secret? Já, svona, þetta eitthvað svo gerði ég bara svolítið minn koktel, skilur ég á því að svo þegar maður fór að skoða, eða þú veist, svo fór að koma fram ýmislegt, en þetta einhvern veginn bara, og þá fór að verða á vegi manns alls konar svona, meistarar sem að maður fór þá að skoða eins og doktor sem ég kallaði alltaf Dr. Dreyer en hann hét Wayne Dyer Dr. Dreyer og einhverjir og fleiri, það bara mér er rosa skemmtilegt og ég hugsaði bara með mér að því þú veist þarna var eitthvað opið, mér fannst þetta make so sense Er þetta ekki bara svolítið ask and you will receive, knock and the door will open, seek and you will find pínur svona, ef þú leitast eftir einhverju, þá bara ansið líkt að það geti orðið innurlegin. Já, og ég held að sé ekkert eitthvað dularfullt við þetta, ég held bara, þú veist, og þetta er líka eins og fyrir mig, þetta auðvelt, hefur þetta verið ágætlega auðvelt að því svo ástrið með, þú veist, bara já, ég ætla að, þú veist, og svo bara er ég alveg til í að vinna með rassinn og svo bara gerist eitthvað, skiluru, þú veist, kannski er það líka, en þetta samt, þetta bara, já, það var eitthvað þarna sem að ég er alltaf með mína litlu möndrur sem að eru bara krútulegar, skilur. Já, algjörlega. Herðu, það er síðast spurningin sem er í rauninni svo, ef þú gæti bara sagt ein skilaboð, segjum við myndi bara halda bara á miklu einu skilaboðum sem þú gæti bara sagt út af æfina, svo aðri myndi heyra. Hver, og þetta er eina sem ég geti sagt, hver væri svo skilaboð og af hverju? Já, þú ert með svo mikið af fínum spurningum. Ég held þér að segja að það er eiginlega bara kannski það eins og ég var að segja á það, þú veist, eins og þeir voru að syngja í einhverju lagi, mundu eftir þínu minnsta bróður, þú veist, bara, hjálpumst að. Bara, nei, ég myndi ekki svona skiltu og ég segi bara,
myndu náunga kærleikan það var eitthvað svoleiðis, ég myndi gera það held ég myndu náunga kærleikan, já það er góð já, bara þú veist, af því að ég held að skipti og af hverju, jú, af því að það skipti svo miklu máli að þegar þú sér, þú veist, hérna að þú kannski getur farið í 17 utanlandsferðir á ári og svo er hérna barnið þitt er með einhverjum í bekk sem að þau geta ekki farið í eina þú veist, akkur segir, þú veist, ekki segja bara já, ok, ég get farið í 17 ég hef það alveg gott með 16 en ég geti gefið þessari fjölskyldu fyrir einni, ég geti alveg fórn þú veist, að því þá held ég bara að við verðum hér miklu heilbrigðar og betra þjóðfélag, við erum svo lítil og þetta á að vera svo auðvelt með að við getum hjálpast að af því sérstaklega eins og núna þegar okkur finnst að öll kerfi eiga að geta gripið fólk, að svo sýnir það sig að á svo mörgum sviðum að þá erum við ekki að gera það eða geta það og þá þurfum við bara hérna þessi hérna 350.000 sem við erum eða hvað svo sem við erum að það er svo mikið auðveldar að hjálpast að heldur en ef við byggum í einhverju, þú veist, marg miljóna samfélög Algjörlega Ég held að sé að vera að bóra okkur út úr podcastinu. Já, ég held að ég er ekki að prumpa, þetta er ekki baunirnar. Svona, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma til að spjalla, það var mjög gaman og hlakka til að fylgjast með þér áfram. Já, takk, Beggi, takk. Legðu þitt að mörgum til að